Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, komið sæl og hjartalega velkomin aftur að Rauðaborðinu. Ég heiti María Lilja og hjá mér góður gestur sem endra nær Hermann Austmar, faðir barns í Breiðholtsskóla. Vertu velkomin. Takk fyrir. Nú, það hefur, það var sagt frá því á mánudag í Morgunblaðinu að upp var komin erfið staða innan skólans á miðstigi, og þá sérstaklega, vegna ofbeldis og það var kannski ekkert farið neitt nánar í sauman á því en það var sagt frá því að þetta væri kynferðisofbeldi og bara svolítið, það var svona í eða því að þetta væri nokkuð gróft ofbeldi, allavega nú til þess að börn á miðstigi óttuðust að mæta í skóla vegna einhverja örfára aðila sem að virðist svona erfitt að ná svona, hvað ég var að segja, faðminum utanum bara, að því að við erum nú að tala börn. Þú átt barn í skólanum og komst fram á Bylgjunni í morgun og svona aðeins sagðir frá þinni sögu og samþykktir að koma til okkar líka og ræða þetta mál aðeins nánar. Geturðu kannski útskýrt fyrir okkur svona bara til að byrja með bara hversu gamli krakkar þetta eru, hversu lengi þetta hefur staðið yfir og þar fram eftir göndunum? Já, þetta er sem sagt 7. bekkur og í raun og veru þetta búið að vera í gangi síðan þau voru í 2. bekk og eins og ég sagði í morgun þetta er búið að það er eiginlega búið að vera augljóst í hvað stemdi allan tíman. Eða það er eiginlega rangt að segja í hvað stemdi. Vegna þess að þetta er búið að vera ég fór á fyrsta fund þannig þau voru 2. með 3. bekk og það var vegna ofbeldis. Og þetta hefur bara verið stanslaust eiginlega síðan. Það er ekki búið að vera þau hafa eiginlega ekkert fengið frið það hefur aldrei verið tekið á sem fullnægjandi hætti. Það er eiginlega bara hægt að segja það. Nei, hvað myndir þú segja var fullnægjandi háttur? Já, þessu tímabili eða núna. Já, kannski bara til að byrja með, bara svona þegar þetta kemur upp í 6-7 ára bekk. Já, þá eru þau svo lítil Já. Og ég bara veit það ekki. Nei. Ég veit ekki hvað ætti að gera. Ég er bara komin í þetta sem foreldri. Ég hef ég er ekki sérfræðingur í uppeldi. Ég er bara að reyna að gera mitt besta og hvað þá ef að börn eiga við einhvern vanda að stríða og en mér finnst ég er rosalega vonsvikin yfir því að þetta sé komið á þetta stig. Vegna þess að ég er búinn að reyna að vera í samskiptum við alla sem koma, Barnavernd Reykjavíkur og skóla frístundasvið og þetta er komin 6 ár. Það sem að ég er búinn að vera að reyna að segja bara það er stór slys í uppsiglingu og við það er mjög nálægt í. Ég fékk eiginlega símtöl í dag sem að þeir voru eiginlega hræðileg sem að lýsa það er ekki bara í bökkunum í Breiðholti það sem að það eru bara allir svolítið smeykir held ég. Já, þetta, ég einhvern veginn gaf mér það svona eftir að hafa lesið miðlana að þetta væru hópur drengja og og þetta eru jafnaldrar þína barna. Já, dóttur minnar. Já. Þau eru náttúrulega bara 12 ára. En það er ég meina fólk er núna að hafa hrætt að fara á því eða svona hikandi við að fara á hvernig tíman er í mjótt
og það við erum kannski ekki vöndi að sko upplifa þannig að sé eitthvað svona við ættum að vanda okkur að fara ekki þangað þegar klukkan er nú margt eða eitthvað svoleiðis en ég upplifa það og er það út af þessum sama hóp? Kannski ekki bara út af þessum hóp það búið að koma til dæmis fréttir bara undanfarið sem verður að tala unga menn og ungmenni sem eru svona með ógnandi hegðun sko og ég fekk þess að símtöl í dag þar sem þessi drengir sem eru í þessum árgangi í skólanum séu út allt Breiðholt bara með ógnandi hegðun sko við fullorðið fólk sko Þetta lýsir miklu vanda þessara tilteknu barna. Þetta auðvitað allt börn sem gerir þetta miklu erfiðara viðfangs. Ég þoli ekki að ég skuli vera að tala um þetta sko. Nei, þú auðvitað finnur til með þessu börn. Já, ég meina þú veist þetta eru börn á Íslandi og það er ekki eins og það hafi ekki komið fyrir áður. Þetta er ekki fyrsta sinn sem að einhver börn eða hópur börnum er í erfileikum og en við það sko skólinn við erum með sko skólinn er ekki þó svo ég fari fram á að börnin mín séu vernduð í skólanum að þá er skólinn ekki sko upphaf og endir þess sko, þeir eru ekki sálfræðingar og þeir eru ekki félagsfræðingar sem starfa í skólunum Nei. Og ég meina, ég hef átt í frábærum samskiptum við til dæmis kennara dóttur minnar bara allir kennararnir hafi verið sko framúrskarandi sko þeir hafa bara aldrei enst mjög lengi Nei, en það er þetta út af þessu að það er svona er eins og það sé ekkert net sem grípi þá þessi börn sem beita ofbeldi og þaðan af síður þá kannski börnin sem verða fyrir ofbeldinu Já, akkurat, ég held eiginlega hvort og sér það núna til dæmis er aðstoðarskólastjórinn að viðurkenna að sé ákveðin vandi þarna þó svo hann vilja ekki viðurkenna það sé menntunarlega vandamál en það er alveg rétt sko það er það sem ég hef verið að reyna að fá sko svör við hjá skóla- og frístundasviði að til dæmis hvort þeir ætla að ég fór fram við að dóttir mín myndi bara að fá sálfræðitíma 2 mánuði út skólagönguna vegna þess að það hefði bara ekki verið gripið nóg inni og það er ekki ef að staðin er svona þá er það alveg augljóst að það hefur ekki verið og þá er ég ekki meina bara skólanum heldur líka verið með barnamendi í Reykjavík og hvar er hún? Fyrir þessi börn sko Já, einmitt, og bara fyrir allan hópin svona í heild sinni jafnvel. Já, ég meina kennararnir lýsa því og ég meina þetta er allt lýsingar kennan sko, að það sé ógnastjórn og núna til dæmis voru þau að tala á fundi sem ég satt með þeim í desember að það er kannski það er prófdaginn eftir og það verður að fara yfir allt námsefni og það gengur vel sko að fara yfir námsefni en síðan daginn eftir þá man engin neitt hvað gerist daginn á það sko. Nei, það bara situr ekki eftir það bara situr ekki eftir þau eru, ég bara þú kennar að vilja þá meina að þetta sé bara þau séu bara traumatíseruð já, bara streitan sé svo há hátt streitustig og ég vil bara meina að það sé ég held að þetta sé vanmetið hjá skólanum hversu alvarlegt þetta var sko það var nýr sko starfsmaður sem að bendi mér á þetta
Já, bara svona á þetta vandamál og þetta hefði aldrei lagast. En hefur þessi bekkur væntanlega svona haldist óslitið alla þessa skólagöngu eða svona, þetta týnist af og bætist í? En já, það er búið að vera, það er hann alveg stór hópur. Og ég meina það er alveg þetta að tala um að sko, ég myndi ekkit vilja vera að tala um þetta, en þú veist að það verður að gerast eitthvað. Og en það til dæmis, það hefur verið að ræða um það hjá þessum teimum sem koma að þessum hóp að það þurfa að fá einhvers konar samheldni í hennan hóp af því það hefur aldrei tekist. Það hefur búið að vera gríðarlegur sko svona gríðarlega samskiptaörleikar og það er af því það það hefur aldrei verið einhver svona það hefur aldrei náðst einhver góð stemming í þann hóp. Nei, og þetta foreldravandamál? Eða þetta bara svona samfélagslegt? Nú fjöllum við svolítið hérna við borðið um líðan drengja og karla, ungra karla í samfélaginu. Já. Og þetta svona hljómar fyrir mér eins og þetta gæti tengst því en auðvitað eða ættu að vera forræði menn á baki hvers barns þar þeirra réttur. Já, akkurat. En ég vil ekki biðja þig að baktala eitthvað fólk sem að þú þekkir og alls ekki. Ekki þannig, en ég bara velta fyrir mér hvort að þetta séu börn sem að komi úr kannski eigi kannski við erfiðleika að stríða heima við fá lítið stuðning eða annað slíkt eða bara hvort að þeir finnir hreinlega að það virkar að vera með svona vesen í skólanum og hérna í kring og það sé svona þetta sé ákveðin áhættu hegðun sem auðvitað fylgir einhverju vanlega. Já. Ég var rosalega með svara, sko. Já. Ég nefnilega, það felst bara í því að en ég þekki þessi börn, sko. Já. Ég þekki þessi börn, sko. Ég meina Hefur þú sast niður með þeim og svona Nei, það er ekki ég held að það sé ekki viðeigandi. Nei, það er líka bara ég held að sé ekkit þessi mál sé ekki á svoleiðis stað sko. En sko þegar þú segir foreldravandamál Sigrún Ólöf í Hörðuvallaskóla skrifaði frábæra grein þarna daginn. Akkurat. Og ég tengdi svolítið við þetta og ég var mjög sammálanni í mörgu og ég hef upplifað þetta agaleysi líka á þessum börnum en það sem að sko svona því ég er foreldri og ég kem ekki úr skólasamfélaginu að þá og hún talaði til dæmis, og þetta er alls ekki gagnrýni á hana sko, en hún talaði svona að foreldrar þyrftu að treysta skólanum. Treysta honum að hann væri bara að standa sig. Og ég vildi að það væri tilfelli og ég gæti gert það. Það er bara því miður ekki staðan eins og er. Það er bara komið allt og langt og það hafa bara verið gerð, mér finnst of mörg mistök innan skólans. Á sama tíma hef ég gríðarlegan skilning á því að sko úrræðileysi skólana í að sinna börnum með einhvers konar vanda það er rosalega svifaseint og langir biðlistar og sko mörg þúsund börn sem bíða eftir að fá sko þjónustu. Já, og bara greiningu svona til að byrja með, til þess að komast inn í þjónustu. Já. Ég hef margt í ólestri í samfélaginu okkar. Sko álagi sem þetta veldur á skólana hlýtur að vera yfirgengilegt. Af því að það byggist alltaf því til dæmis að þegar þú komið greiningu þá getur nemandi fengið stuðning. Hann er ekki að fá stuðning bara upp úr þurru sko.
Þannig að í fjármagni, í starfsfólki, þetta bara ekki nógu gott, sko. Nei. Þetta ekki nógu gott fyrir börnin okkar, sko. Þetta bara ekki gengur ekki. Það er ekki að þetta ekki hægt. Nei. Ég kaupi það ekki, sko. Nei. Það ef við vildum þá gætu við leyst þessi mál, sko. Með frekar skömmum hætti. Og finnur þið fyrir svona vilja allra foreldra til þess að einhvern veginn svona að koma hlutunum allavega í svona eðlilegt horf svo að öllum börnum líði vel í bekknum og árgangnum? Já, þá sem ég hef talað við. Já. Þá sem ég hef talað við að þá ég held sko að því að ég fór að hitta hann Sigrúnu Ólöfu bara nýlega út af greininni og hún geggjað prógram hjá sér sem heitir Tengslatorg sem að ætlað til þess að sko fá foreldra til að ná tengslum foreldrabarnaskólanum til að ná tengslum og bara vita að hvort öðru og já, mér fannst þetta bara svo frábær hugmynd vegna þess að líka sem við vorum að tala þessi krakkar í 7. bekk núna þau voru varla byrjuð í skóla þegar COVID kom og fyrir utan sko þessa svona lokun, ég man ekki alveg hvernig þetta var ég segir alveg svo, en ég man eftir því að þetta var svona einmitt fjöldatakmarkanir og sitt og hvað eitthvað. Já, og síðan var hann líka sko, ég man ekki hvort að við fórum sko 25 sinnum í sóttkví eða eitthvað, ég man ekki á langur tími það var alltaf rosalega mikið og dóttir mín var að vera vitlaus á þessu en þú veist það náttúrulega og kannski mikið af félagsfærni þess að barna fer fram sko á þessum árum Já, þetta svona áður en að þau kannski fara í símana sína sem að ykkur lísti sem hinnum nýju sjoppum sem að mér fannst svolítið gott Akkurat Já, það er svona hanga á netinu er eiginlega svona, já það sama að hanga í sjoppunni Já, það er akkurat en mér fannst þetta bara ég hugsaði mér sko ég held að við getum bara öll þurft að ég halda sko þessu, ég veit ekki sko en allavega svona fyrir ég held að það er líka vandamál að við sem foreldrar þessara barna séum ekki í betri tengslum ég held að að sjálfsögðu myndi það hjálpa og ég meina skólinn er að kalla eftir því að við komum meira að þessum málum og þess vegna var haldinn foreldrafundur og Hvað kom fram á þessum fundi? Var þetta góður fundur? Já, ég held sko það kom alltaf fram að það kom mér á óvart hvaða voru margir sem lýstu yfir því að börni sín varu hrædd Það er þetta bara mjög alvarlegt. Já, og ég er búin að fá skilaboð frá foreldrum barna sem eiga börn sko sem eru yngri og börnin þeirra eru hrædd. Nú man ég eftir því að þegar ég var lítil stelpa í Breiðholti og svo seinna í Grafavoginum þá var alltaf eitt svona hverfiskelfir. Akkurat. Þetta var alltaf svona, er þetta bara eitthvað svona sem við höfum bara sætt okkur við svona menningarlega að það sé þannig alltaf einhver svona einn krakki sem er með eitthvað vanda og enginn snertir á og hinn börnin læra bara einhvern veginn svona að lifa í kringum hann. Eða finnst þér vandinn að aukast eða breytast eitthvað? Já, þetta er svona dóttir mín sko segir oft svona heitir bara strákarnir. Já, einmitt. Mér finnst það bara ekki alveg nógu gott sko. Nei. Og ég held að
hvað er að skella, ég held að þetta sé bara miklu alvarlegra en það sko. Miklu alvarlegra vegna þess að brotin sem hafa farið fram í skólanum þau eru sum bara mjög alvarleg og hefðu sko svonleis mál og ætti að krefjast þess að lögregla væri kölluð til, það væri allt ræst út en ég held að það bara ekki tilfelli sko. En suma af þessum málum, suma af þessum lýsingum Þú ert bara að heyra af mörgum þessum mála bara núna nýverið. Já, ég Finnst þér að upplýsingaflæði til dæmis mætti vera meira? Ég meina ef það kemur upp kynferðisbrot í árgangi væri eðlilegt að án þess að kannski benda á geranda eða þolanda í því máli að láta foreldra vita upp hafi komið slíkt mál? Já, ég held að það hefur gengið kannski aðeins og langt í að halda þessum trúnaði. Ég held að það hafi verið svolítið svona vegna þess að það er svo vont sko, það kom atvik daginn, smávægilegt atvik en það fór allt á stað og og börnin voru í áfalli pínu, nema hvað það var ekki eins alvarlegt og leit út fyrir að vera en síðan fengum við tölvupóst allt of seint hvað hefði í raunverulega gerst en þá var búið sagan var allt önnur heldur en það sem hefði raunverulega gerst en ég held að sko ég sé ekki hvað það ætti að skaða vegna þess að sko öll börni sem eru til dæmis að fylgjast með í frímínútum þau eru að vera að vitna þessu sko þetta er bara allt og mikið ofbeldi sko. Já. Hvernig líður manni svona sem foreldri þegar barnið manns kemur til manns og segir greinir manni frá því sem að bara það er að upplifa í skólanum og hefur verið að gera í gegnum árin og einhvern veginn sko lýsir því yfir að það sé bara hrætt og því það finnir fyrir vanlíðan og hvernig tilfinningar bærast eiginlega innra með manni þegar svona kemur upp? Sko, dóttir mín er sem betur fer svona búin að komast yfir þetta hluta en það er svona minni máls kannski sem við erum að vinna með, það er svona ef það gengur illa þá þurfum við svona að stappa í hana stálinu sko en eins og ég segi, hún er svolítið bara að þetta eru strákarnir en það er ekki allir þarna. Nei. Það er ekki allir sko og í raun og veru það verður að viðurkennast að núna þegar staðin svona vegna þess að mistökin mín sem foreldri að eru að ég var bara of barnalegur ég var bara of barnalegur að halda að skólakerfið og barnavernd myndi taka á þessum börnum og aðstoða þau og árið 2022 þá lagði ég ekki fram kæru í menntamálaráðuneytinu út af því að skólinn var ekki að þau voru ekki með nægt starfsfólk úti og við vissum að væri þannig vegna þess að við áttum vin sem var að starfa í skólan og sagði okkur bara hvernig þetta var þannig ég sendi bara yfirlýsingu á því að máli var að þar fengu þessi strákar þessi börn bara frjálsar hendur til þess að hrella öll börn á þetta hefur það verið á yngsta stigi. Er þetta stór hópur af strákum? Nei, þetta er mjög lítill hópur. Það var mjög auðvelt að leysa þetta. Þetta er ekki eins og stórmál sko. Nei. En eftir á núna hindsight og allt þetta ég bara, auðvitað er ég búin að gera mistök þetta hefur mistök að taka barnið mitt í skólan, það er stór mistök
stór mistök að treysta á skólastjóran þegar hún kom tilbaka og ég dró kæruna tilbaka, það voru bara stór mistök. Ég vissi bara ekki að ég vissi bara ekki að úrræðin væri svona ég vissi bara ekki að úrræðin væri ekki þetta staðar og þetta yrði aldrei. Þegar maður svona fer yfir þetta þá virkar þetta svona svolítið fyrir manni bara sem fullorðinni mannesku svolítið einfalt að leysa svona á blaði allavega. Já. En það einhvern veginn sko heldur þetta sé þá sko bara einhvern veginn vankunnátta, vanþekking á félagslegum vandamálum barna eða heldur þetta sé í bara einhvern veginn svona of mikið álag innan skólans eða hvað að því að ég bara neita trúa því að þetta sé af einhverju ílsku sko að það sé svona komið fyrir bara stofnunum og samfélaginu okkar að við getum ekki einhvern veginn lista þegar að einhver hópur barna gerir svona uppreist og ég sé uppreist því að þau þetta svona áhættu hegðun allavega. Já. Þetta snýst sko með samtöl mín við starfsfólk skólans að þá snýst þetta bara úrræði og bara úrræðileysi. Þau hafa bara ekki valmöguleika. Já, það bara ekkert. Það bara ekki neitt. Sko þau hafa ekki einu sinni rými til þess að sko já, ég get ekki sagt það. Þau hafa ekki skilur tækifæri til þess að þessi starfsmaður fer núna í þetta verkefni. Það verðist ekki vera hægt sko. Og bara sveigjanleikinn eiginlega enginn til þess að taka á svona málum og ég meina ég trúi því að starfsfólk skólans vilji gera sitt allra besta þó að ég hafi verið mjög ósáttur við að aðstoðarskólan sem hún gerir eira lítið úr þessu líka svona menntunarlega sé að þetta sé ekki að það hafi farið fram kennsla, það bara ekki rétt sko. Það mjög auðvelt að spurja börnin í þessum árgangi út í námsefni sem á að vera að fara í gegnum að já, prófin segja allt sem segja þarf eða niðurstöðurinn af prófunum sko. Já. Og þetta svona allstar að, það sem ég hef talað við þá sem ég hef talað við sem að koma að þessu það bara hvað á að gera, hvert á að senda það allt saman fullt, það biðlistar við höfum eitthvað valmöguleika og ég meina að það búið kalla inn sko landsteymi, farteymi senterteymi inn í þennan hóp þetta bara það lítur út fyrir mér sko þetta aðalega bara sko svona kennsluráðgjöf og eitthvað svona allavega það ekki búið að standast neitt sem að þau voru að tala við sko við mig að það ætti að gera Og okkur strandar það heldur? Bara hef ekki hugmyndum Nei, bara hef ekki hugmyndum eina sem ég veit að ef að það var einn veikur eða eitthvað í farteiminu og þá fór þetta eitthvað á hliðina Já. Og þetta var eitthvað smáæðilegt sko Og já Ertu reiður? Sár kannski? Nei, ég bara vonsvikinn undir mig Já, hvers vegna út í sjálfa þig? Bara fyrir þetta hafi ekki kveikt fyrir á perunni? Já, bara, þú veist, mér finnst það hafa verið barnalegur. Mér finnst það bara barnalegt og mér finnst þetta óásættanlegt. Af því að núna í vetur þá sko ég hefði alveg getað sleppt að senda tóttum í skólan, sko. Það bara tilfellið. Og Hefur það eitthvað komið til tals á meðal foreldra að bara hreinlega mæta með börnunum í skólanum? Ég veit að nú hafa ekki allir tök á því en þetta verðist vera svona einhvern veginn komið á það stig að annarkvort að halda þeim heima og kenna þeim bara samkvæmt námskrá eða að mæta bara á svæðið og vakta
fyrst að það, skólanum gengur ekki alveg nógu vel til. Sko, skólinn hefur farið í ákveðna skipulagsbreytingar sem að hafa verið til hagsbóta. Það eru hins vegar aðrir þættir sem að gera það að verkum að það verður pínlítið gagnslaust. Og ég bara get ekki sagt þér... Já, án þess að fara kannski bara brjóta hérna trúna. Ég bara get ekki sagt þér af hverju það er. En það er búið að gera breytingar í skólanum eins og þau geta. En það er sko... Já, það Þetta strandar eitthvað það sem við að gera, það er ófullnægjandi. Já, ég skil. Og það veldur því að ég trúi ekki í dag að barnið mitt sé öruggt í skólanum. Nei, það er þetta tilfinning sem að maður vill ekki finna fyrir þegar maður er foreldri. Já, ég meina sko, eftir að ég fór í bíti í morgun, þetta er orðið svona. Við vorum ekki einu sinni viss hvort að senda dóttur okkar út að leika. Voru þið hrættum þá bara hefndaraðgerð eða eitthvað slíkt? Já, það er ekki flóknar það sko. Já, það er þetta mjög alvarlegt. En hvernig tekur lögregla á þessum málum þegar við kemur börnum? Hefur ekkert verið haft samband við lögreglu yfirvöld? Þú lýsir þetta eru alvarleg ofbeldismál? Jú, það er sko, það er búið eins og til dæmis í haust, það besta dæmið að þá veit ég að það var einn drengur sem var nýkomin í skólan, held ég, hann var laminn af hópa drengjum og ég held ég var lýst í bítinu í morgun sko, þetta var tekið upp á Snapchat og dreift. Já, þannig að ofbeldið heldur áfram. Já. Og ég held að þetta sé ekki fyrsta sinn, sko. Nei. Ég meina, ég þetta að koma mig langar, ég búin að segja... Hvað myndir þú gera ef þú myndir fá að ráða bara alveg öllu? Hvernig myndir þú taka þessu? Ég myndi setja... Sko, ég veit ekki hvernig þetta starfar hjá barnavernd og þeim. Við segjum bara í svona fullkomnum heimi, þar sem að allt myndi ganga upp. Akkurat. Hver var í svona óskastaðan? Ég held að... ég veit ekki hvort ég get... Jú. Ég held sko... Við þurfum að nálgast þessi börn og við þurfum að nálgast þessa foreldra og ég held að sko, ef það er ekki vilji til samstarfs að þá þurfa að grípa til miklu til aðgerða sem að hafa einhver áhrif. Ertu þá að tala að fjarlægja og gerendur ofbeldis svona tímabundið eða bara yfir höfuð? Já, ég sem að lágmarki úr skólanum sko. Já. Ég meina, ég var að fundi með starfsmanni skóla sem daginn og ég sagði við hann sko, þú veist að þetta mun hafa neikvæð áhrif á andleg líðan alls hópsins. Og hann sagði, já, ég veit það. Það var ákvörðun sem hann var að taka. Og vegna þess að ef það er ekki tekið á þessu, þá er engin ástæða fyrir öll hinn börnin til þess að trúa að það sé það hafa einhverja afleiðingar að beita ofbeldi. Þú verður að trúa að það hafa einhvers konar afleiðingar. Já, þetta sé bara svona kúltúrin. Það lítur ekki út fyrir það núna sko. Ég er ekki viss að þau sko trúi því og það er annað í þessu sem hefur farið gríðarlega í taugarnar á mér í þessu máli og það er sameiginleg refsing fyrir þann hóp. Já, einmitt. Það er svona, við förum ekki í páskabingóið að því að
Diddi Smith var óþekkur. Já. Það búið að vera rosalega mikið af því með þennan hóp og síðan þegar átt að fara í hópefli fyrir áramót að þá kom eitthvað upp á og samskiptin urðu eitthvað stíf og þá sagði eitt barnið sjáu þið bara, það ekki hægt að fara með okkur neitt. Þetta svo erfitt að ræða þetta einhvern veginn að því þetta þetta börn og þetta sé svona upplifun þeirra og sjálfsmynd út á við. Það eru með mjög brotna sjálfsmynd en eftir þessi ár. Og það mun þurfa það mun þurfa samheldni hjá skólanum, foreldrum og yfirvöldum til þess að í raun og veru aðstoða þessi börn til framtíðar. Þannig að þetta fagstjóri Suðurmiðstöðvar sagði við mig á fundi 20. desember þar sem við vorum bara 2. Þá sagði hann að það myndi taka mörg ár að leiðrétta þetta ástand sem væri. Og þá bara hjá hverjum og einum einstaklingi innan bekkarins. Já, bara, þú veist, vegna þess að ofbeldismenningin búin að vera svo alvarleg. Og svo náttúrulega óþolandi að heyra að skólafrístundasvið skuli segja við Morgunblaðið að það kannist ekki við neitt vanda, Það náttúrulega það eitt og sér gríðarlega alvarlegt ég búin að vera í samskipti við skólafrístundasvið bara stanslust aðalega í gegnum Suðurmiðstöð en líka í tölvupóstum að því að ég fekk aldrei neinn svör hvenær þetta bregðast við og gera eitthvað almennilegt og í staðinn fyrir að eiga einhvers konar samskipti við mig að þá var skóla og frístundasvið aðalega í því að svara aldrei í síman þegar ég hringdi og svara engum tölvupóstum sem ég sendi fyrr en ég lagði bara fram kröfu bara svona ég fór fram á ákveðna hluti og það var ekki samt fyrir en þau svöruðu ekki fyrir en ég var búin að herja á borgarlögmann ítrekkað. Já, þannig að það einhvern veginn ég þarf ekki það að þau sé ekki meðvituð vandan, það bara einhvern veginn eitthvað viljaleysi þannig að til þess að takast á við hann eða bara horfast hreinlega í augu við. Já, það vildi enginn taka þetta. Það var augljóst, það vildi enginn taka þetta. Að það hefur svo auðvelt að svara en maður finnst það svona lágmark. Já. Allavega að fá eitt svona móttekið. Já, akkurat eitt móttekið. Ég sagði það akkurat þegar að skólafrístundasvið fékk spurningalista frá Morgunblaðinu að frá henni Hólmfríði að þá ég fekk símtal daginn eftir. Já, það er nefnilega svolítið merkilegt og það er vald fjölmiðla þetta og veita stjórnsýslunni og yfirvaldinu öllu bara svo litið aðhald og það er oft þegar að ofbeldismál sérstaklega að ræða í okkar samfélagi þá einhver vangeta bæði innan stjórnsýslunar mitt og dómstólana og svo einhvern veginn samfélagsins í heild að takast á þetta og þá þetta svolítið svona neyðarheimillin að fólk kemur og greinir frá vandanum bara með því að berskjalda sig sjálft og ég þakka þér bara kærlega fyrir Hermann að koma og bara segja okkur frá þessum vanda og ég vona að það fari nú eitthvað að leysast þetta máli að gerist nú eitthvað eftir þessa viku ég ekki bara að segja það. Já, ég fer að fund með Suðurstjóra skóla og frístundasviðs í fyrramáli. Já, ok. Þannig að þetta er svona boltinn farin að rúlla vonandi. Já, það fer að hafa honum gríðilega gott orðspor. Það tala allir mjög vel um hann og það er ástæðan fyrir því ég bað aldrei til dæmis neitt fund við skóla og frístundasvið og ég vel vissi að Helgi Grímsson var að fara og ég var bara að bíða eftir að hann myndi koma svo að ég geti talað við hann. Já,
Við ættum að geta betur sem samfélag og við ættum að geta leyst vandamál barna svona, sem að eru einhvern veginn að ég bara eiga sér stað svona beint fyrir framan augun á okkur og ég tala nú ekki barna á þessum viðkomu aldri því að nú taka líka unglingsárin við og ef ekkert að gert þá eru þessir drengir í miklum áhættuhópi bara fyrir alvarlegri glæpi og neyslu og aðra svona háska hegðun og auðvitað hinn börnin líka sem að hafa orðið fyrir trámanu. Þannig að ég þakkaði bara enn og aftur Hermann Austmar fyrir að koma til okkar og spjalla og gangi þér vel. Takk hérlega fyrir. Tókið við þar meira hér handan við hlé. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum.